Evrópsk tungumál, saga og menning ný þverfræðileg námsleið við hugvísindasvið sem að deild erlendra tungumála, málvísinda og bókmennta stendur að í samstarfi við sagnfræði og heimspekideild. Hugmyndin að baki þessu námi sú að gera nemendum kleift að auka færni sína og þekkingu í 2 evrópskum tungumálum. Þeir geta valið milli 5 tungumála, dönsku, ensku, spænsku, þýsku eða frönsku. No, son interesantes las definiciones. ¿Quieres que lo leo? Sí, dale, solo porque está bien detrás. Og á sama tíma aflaði sér þekkingar á sviði samtímasögu, þar sem að megináherslan lögð á stjórnmál, menningu og hugmyndarheim Evrópu. Markmiðið með þessu að gera nemendur betur í stakk búna til að takast á við störf í Evrópusamstarfi og á sviði alþjóðamála. De l'Est, entre guillemets, donc les réseaux de prostitution. Donc vous avez également une immigration qui est employée selon des réseaux géographiques. En fonction de votre origine ethnique, vous allez avoir telle possibilité d'immigration. Les filles de l'Est ont la possibilité de venir étudier, entre guillemets, en France, à travers des réseaux qui, très rapidement, aboutissent à des services d'escort girl et de prostitution. Nám í evrópskum tungumálum, sögu og menningu mikilvægt vegna þess að tungumálin og sagan og menningin eru lykillinn til þess að skilja evrópsk samfélag, evrópska pólitík, evrópskt menningarsamfélag. Því að án þess að við höfum bæði þennan skilning á bakgrunninum af því hvað fólk að hugsa, hvaða sögu þetta fólk byggir á, og ef við skiljum ekki það tungumál sem það talar, þá höfum við ekki aðgang að þeim menningar heimi og þeim hugsunarhætti sem birtist í þessum löndum. Þannig að þetta mjög hagnýtt nám vegna þess að tengsl Íslendinga við umheiminn eru sífellt að verða flóknari, umfangsmeiri, dýpri og ef við ætlum að taka raunverulega virkilega þátt í þessum samræðum, og þetta verður samræður milli okkar að þeirra, ekki bara sem viðtakendur, heldur líka sem leggja eitthvað fram, og það verðum við virkilega að setja okkur inn í hugmyndaheim nágrannaþjóðanna, og til þess að gera það, þá þurfum við að skilja tungumál þeirra og við þurfum að líka þekkja sögu þeirra á menningu.